Já, góðan daginn. Þetta miðvikudagskvöld, önnur vika í Elko-deildinni er að hefjast í Sóló. Gunnar heiti ég og ég er ekki einn, ég er kominn með nýjan lýsanda. Já, sælir, ég heiti Brimar, aldrei verið með okkur í Fortnite áður en já, vissulega verið í alls konar leikjum. Ég hef ekki verið að fylgjast með svona síðasta tímabili í Fortnite, þannig ég er að koma inn bara svona algjörlega blankur en vissulega spila þennan leik þó nokkuð mikið, þannig að vonandi verið ekki algjörlega í ruglunni í kvöld. Nei, og fyrir ykkur sem eru kannski duglegir að fylgjast með starfinu hjá okkur, þá ert þú nú að lýsa League of Legends og Rocket League. Já, vissulega, meðal annars leikinni sem ég hef verið að lýsa og var með Valorant líka og meðan það var í gangi í vor og svona, eða síðasta vor þar að segja. Mér leiðir eins og við séum ennþá í hausttímabilinu. Það er ekki komið nýtt ár, 2026 er ennþá að koma hjá mér. Já, ég skilji. Já, það er lengi að renderast inn, það sé komið nýtt ár. En já, eins og ég segi, þá ætlum við að, þetta er önnur vika í Elko og við ætlum að fá að renna yfir highlights frá síðustu viku. Bara svona snögt að skoða það fyrir þá sem að mistu af. Mjög góði leikir, spilum alltaf 3 leiki á hverju kvöldi og við vorum svona komnir mjög snemma með forystu eða hverju voru á toppnum. Kristó og svona þessi nöfn sem við höfum, þú ert náttúrulega komið inn í fyrsta skipti, vist ekkert? Já, ég var aðeins að fylgjast með nokkrir af þessum strákum voru að keppa í frís í fyrra líka fyrir ákveðna skóla, hann ég þekki eitthvað af þessum nöfnum sem að, voru nú bara talnir eitt bestu í deildinni líka. Já, Viss er svona búinn að vera ofta skora mjög hátt og svona mörg nöfn sem að við höfum, oft verið að sjá hérna. Allavega skemmtileg nöfn hérna, mjög grimmur, lístu vel á þetta. Við tölum um að það væri örugglega mitt uppáhaldsnafn af þessum sem við erum með. Þetta eru 31 spilarar sem eru að keppa hérna. Og leikirnir voru allir bara mjög þéttir með góða svona loka leiki. Já, mjög margir sem hafa lent hérna í enda hringnum. Já, þarna, hann hafði rétt svo að hoppa hún í vatnið, annars hefði hann fallið á hæðinni. En Kristó tók fyrsta leik, skellti sér upp á toppinn og þá er Replays búinn. Ég held að það væri nú aðeins meira. Já. En þetta var, Kristó tók, ég man ekki nöfnin á hver tók annan og þriðja, en stigataflan er því miður ekki hægt að sýna hana, sem gæti líka verið skemmtilegt. Því að erum við að fara að sýna stigatöfluna bara í lokin. Þetta er nú 4 vikur sem við erum að keppa hérna í Sóló. Já, það gæti verið skemmtilegt að vera bara í pínu óvissu. Ég veit að sumir vilja náttúrulega bara vita hvað er í gangi. Já. Ég vil sjá hver er bestur, hver er neðstur, hver er svona underdog dagsins, en það er líka gaman að vera bara í óvissu að Fortnite getur boðið upp á alls konar, einhver fellur bara allt í einu út af einhverju snæpi eða þessi bestu, það er ekkert endilega að þú sért að fara að lifa hérna alla leiki langt fram á leik. Nei. Það sem að þú getur lent bara á móti einhverjum sem þú vilt ekki lenda á móti bara strax að byrja með. En þetta verður bara gaman að sjá. Ég er bara gríðarlega spenntur að kíkja og fá að sjá öll þessi nöfn. Og ég sá að það var allavega þó nokkri merktir FH til dæmis, þannig að það er greinilega einhverju liðsmenn bara að spila á móti hverjum öðrum. Já. Klálega þekkt dæmi í Fortnite, þar sem að, við keppum í öllum típum, solo, duo, trio. Já, núna erum við með solo-mót, svo eftir þetta verður duos og mér skilst það sé síðan trio. Við hefum svona verið oftast með þannig format. En já, eins og þú segir, þú ert aldrei öruggur þótt þú kemst langt í fyrsta leik. Við höfum alveg séð að þessi efstu gaurarnir eru að detta síðan bara allt í einu út strax. Og það er það sem gerir þetta svolítið skemmtilegt. Þú þarft alltaf að ákveða hvernig leikstílu ætlar að spila. Ætlar að fara inn í leikinn og keyra á alla. Við höfum talað um að sé svona regla eftir 7. hring, þá þarftu svolítið að fara að hægja á þér. Við höfum séð marga sem á gjöfinni falla þá. Þannig að við erum oft svona minna á svona, nú komið 7. hringur, ætlar fólk sé að fara að hægja eða ennþá keisla. Halda inn í 2. takkanum. Já,
ég þannig spilari sko, þú veist, það bara gef mér alla sprengjur sem þú getur fundið og síðan bara sprengjum allt upp og förum bara beint áfram næsta. Það bara ef við heyrum skot þá komið okkur á hann. En það vissulega hættulega leiðin til að spila þó að getur, safnað nokkru stigum inn. Já, það hættulega leiðin. Ég sammála, ég örugglega meira svona að keyra á einstaklingana. En hjá okkur í Elko þá færðu fleiri stig hins vegar fyrir að komast sem lengst inn í leikinn. Þannig að við erum í rauninni að verðlauna þeim sem að spila kannski meira safe og við viljum fá þetta svona loka leik, endgame, ég veit ekki hvernig maður á íslensku þetta. Já, bara inn í loka hringinn. Ég kalla þetta alltaf loka hringinn bara. Já, það hljómar bara vel, loka hringurinn. Við viljum fá hann þéttan og góðan. Við vill fá bara mikið að gerast í endan. Það er gaman að lýsa þá, gaman að sjá líka bara, þetta er kannski spurning sko, ef þú heldur á lífi í 20 sekundur í viðbót, þá ertu kannski komin upp 10 sæti, sko. Já, það er akkurat, þegar þetta er svona þétt, þá er mikið að gerast, þú þarft að hreyfa þig mjög mikið og síðan lendur þú náttúrulega í því að þú ert kannski búin að byggja eitthvað svæði og síðan áttur ekki á því, þú tekur vitlaus og beygju og þú ert komin inn í svæði sem einhver annar er búin að byggja og þá getur ekkert edita lengur og lendir í algjöru vesinni. En það er alls konar hægt allavega og vissulega það sem ég hef heyrt eru mjög margir góðir lokahringir í Elko-deildinni allavega. Já, góðir lokahringir og við höfum einmitt verið líka að tala um það að sá sem er efstur nær að byggja sig efstu upp, hann er alltaf oftast með forskot á þá sem eru niðri því að þeir verðast ekkert vera að pæli þeim, kíkja upp eða reyna að skjóta niður eða eitthvað. Það er alltaf oftast sami gæinn sem komin upp. Kristó er oftast þannig efst og ég veit ekki hvenær hann kannski í svona næst síðasta ring þá er hann bara mættur efst. Einhvern veginn nær alltaf stöðunni þar sem er að skila honum góðum árangri. Já, það er náttúrulega mjög mikilvægt. High ground er, nú bara almennt talið held ég öllum skotleikjum vera besti staðurinn til að vera en Fortnite kannski ennþá mikilvægir að það sem að erfitt að taka allar þessar byggingar niður þegar það er komin svona þétt bygging og stórt svæði þar sem allir eru byrjaðir að byggja bara einhvern veginn saman stóran turn. Þú ert eiginlega bara með þína hæð og ef enginn þorir í að mæta Kristó strax og þetta er að gerast að, það er mjög erfitt að taka þetta af honum, sko. Já, en síðan er líka þeir sem eru svona niðri og í miðjunni, þú hefur ekkert endalaust stað byggingarafnum, þannig að þú þarft í rauninni mögulega að taka eitt slag, af því þú kemst ekkert upp með að bara fela þau að byggja. Þannig að það er svona mjög margar ákvarðanir sem þarf að taka á skemmum tíma, þannig í lokin, sem er mjög gaman og við munum eflaust sjá eitthvað chaos og þá er einmitt það sem að raddirnar hjá okkur aðeins hækka. Já, akkurat. Maður býst kannski við hvað eru margir að lenda núna inn í leik. Eða bara í leiknum sjálfum. Í leiknum sjálfum, það er 31 gráður núna. 31 gráður. Það er ekki stærsta lobbyið, sant? Nei, þetta er, allavega stórt mapp fyrir 31. Þetta er mjög stórt mapp, sko. Við verðum í róli heitum við þetta líklegast til að byrja með. Já. Oftast, sko, en það eru margir sem eru þrjóskir sko, af því að það eru náttúrulega bara ákveðið margir lendingastæðir og þú getur ráðið að ætlar að lenda með einhverjum og taka sénsinn að berjast á móti honum eða ætlar að lenda einhverstað bara það sem enginn er. En sumir eru þrjóskir og fara strax í, við höfum séð fólk bara 4-5 dett út strax þó þetta sé risa mapp. Þannig að stundum samt byrjaðir hægir, stundum ekki, það er það skemmtilega við þetta. Og já, við þurfum bara bráðum að fara í fyrsta leik. Já. Einhver spá frá þér hver er að fara að vinna hérna fyrsta leik bara kasta út einhverju nafni hérna sko ég talaði Wish að því við erum alltaf að djóka með svona I wish og bara eða vissu og eitthvað svona með nafni hans þá hérna talaði að hann væri örugglega í 3. sæti ég sagði það fyrir síðustu útsendingu og hann tróð sjokk upp í okkur að því hann var komin bara ég held hann hefði verið örugglega í 1. sæti á tímapunkti í síðustu viku þannig að það er spurning hvort að hann ég gæti alveg spáð honum bara sigri jafnvel. Já. Ég tekið þessu persónulega þegar ég sagði þetta. 3. sæti. Það er líka bara svona lýsinda bölvunin sko. Þetta er stór hættulegt, maður segir eitthvað og þá akkurat fer hitt að gerast. Maður kallar í rólegan leik og þá allt í einu koma 5 bardaðir á sama tíma. En það er reyndar líka bara gaman. Og þú veist, síðan má alveg taka svona
pínu persónulega það sem við köllum út og ég þekki ekkert að þessu spiluru bara takið þessu eins vel eða illa og viljið. Ég læt það bara heyra eins og ég vill sko, en eina sem við þurfum að passa okkur, þetta alltaf á upptöku, þannig að eins og þegar við erum að koma með eitthvað svona, eins og ég segi, viss í 3. seti, þá það alltaf, getur hann klift mig, skilur, já, þú sagði 3. seti, aha. Já. Hann má það bara nutta því andlitaði seinna ef hann endar að vinna þetta allt maður. Já, en þú með, ég veit þú nú að koma inn í fyrsta skipti, en sástu eitthvað nafnanna í replay sem að mjög grimmur, heldur að hann sé kannski fara? Sko, það annarkvort hann, ég sá hérna, það heitir einhver, ég man ekki fyrirpartið, Hulk. Já. Hann Já. Það gríðarlegt nafn líka að taka inn, sko. Hulkið? Já. Svona þegar hann verður reiður. Já, akkurat. Það annarkvort mjög grimmur eða Hulk. Ég held að þeir vera reiðir hérna, báðir á staðnum. Svona samflokk. Já, þannig að ég ætla að spá þeim allan að langt, bara svona, þú veist, en ég hef nú heyrt þetta, hvað Kristó eða ekki? Já, Kristó, jú. Heyrt þetta nafn nú nokkur stundum áður, þannig að ég spái honum líka bara allan mjög langt, en mér langar að kalla í annarkvort mjög grimmur eða höfkinn, sko. Já, ok. Ég var með eitthvað, það bara dottið út sem ég ætla að segja, en já, nei, þá farið yfir eitthvað annað. Já, en það allavega, sko, reyndar líka þegar þið svona minna lobby, það náttúrulega bara ákveð materiál sem þú getur verið að pikka upp og svona og ákveð mikið sem þú getur verið að byggja endan. Venjulega þegar ég að horfa á, segjum bara prósenina, maður opnar einn og einn leik og svona, að þá svo mikið materiáls, þegar þú nærið einu killi, þá bara allt í einu ertu bara full materials aftur. Ég hef einhvern veginn enga trú á því og það verður miklu erfiðar einhvern veginn að safna sér, eins og þú talaðir áðan, að vera með einhver materials í endan og bara að safna sér þá aftur materials af því að það ekkert það margir spilarar til að komast í og ná meira að sér. Nei, maður hefur séð að ef að fólk það heppið að ná einhverjum sem bara fullur, hann bara með allt af öllu, þá þeir ofta að byggja svona í kringum og svona einhvern veginn venda það til þess að eiga setna eins og sérst búin að grafa einhverja hneti í eitthvað tré eins og einhver íkorni. En ég man það sem ég ætla að segja á hann, ég ætla að segja að þeir sem eru heima eru náttúrulega að horfa á Twitch og einhverjir eru í sjónvarpinu, örgulega fleiri í sjónvarpinu, við erum það alla daga. En ég ætla að segja bara gaman að sjá þau kommenta hver að fara hverju þau halda að sé að fara að vinna þetta. Já. Einhverjir, þú veist, með einhverjum heldur fólk svona, þú veist, hvað tjatti að segja? Ég verður alveg til í að sjá það svona, við kíkjum líklegast bara á þetta eftir fyrsta leik, þegar við tökum okkur smá pásu og kíkjum á hvað nöfn poppa mest upp, en kannski einhver vinahópur að fylgjast með vinni sínum og fær kannski bara langflest, en votin, en þetta pínu eins og í Rocket League-inu þá 3-5-4 svo stórt samfélag búið að halda sér svona saman og fylgjast alltaf með sínu liði, þannig að þeir langoftast vinna öll svona vote sem við köllum í gang og eitthvað, en það þá kannski einhver svoleiðis í Fortnite sem bara með langstærsta hópin sinn og færa það alla til að horfa. Já, síðan ekkert bannað að kjósa sjálf á sig, sko. Eflust kannski einhverju sem að hlusta og að fara að keppa bara núna eftir smá, má negli inn nafninu sínu. Já, ég myndi hygglast þetta mig. Já. Bara til þess að fá aðeins klapp á baki, sko. Algjörlega, það er mikilvægt að peppa sjálf á sig líka, sko. Já. Það gengur ekkert að vera að reyna að spila í einhverju svona stórmóti og ekki hafa neina traust á sjálfu sér, sko. Nei. Síðan þegar ég labbaði inn þá sá ég nokkra skjái í arína í Fortnite, sko. Ég var að pæla hvort að það væri fólk sem væri að keppa, af því að við höfum talað að það var alveg gaman að koma bara og taka leikina hér. Já. En væntanlega þarf maður að sitja með einhverju smá millibili eða hvað? Já, annarkvort það eða bara heiðalegur. Já, þú veist, eða þú kemur bara með gamla pappakassan svona í hliðin á skjániðinum. Já. Bara, þetta mitt svæði, strákar. Já, það mjög legendary, eða eins og þegar fólk var í split screen gamla daga sem teipuðu, settu teppi, en þá eru komin í kannski aldurinn sem aðeins eldri en þeir sem eru að keppa núna. Þarna þetta að byrja. Já. Þetta einmitt þvílíkt animation sem við erum búin að henda upp fyrir hvern leik.
4 hérna gæjar að horfa yfir stóra mappið og rútubjörnstjórinn búin að segja að fara af stað. Það kom tímabil í Fortnite þar sem að rútan hætti og fólk kom inn á svona surf. Já, ég sá það. Ég vissulega spilaði ekki mjög grimm. Nei, okkar maður mættur. Og já, hann vissulega ekki að lenda. Herru, þeir eru alveg 4 einhverstaðar. Bara fyrir ofan brúna hérna. Já, en þeir eru kannski en hann þarf að ná þeim strax. Nei, hann hefði þurft að býtu. 1 í viðbót. 1-2 viðbót. Nei, hann hefði þurft að taka aðeins meira af creative möppunum. Það er þarna, Stuffy fyrst að falla. Hann hefur alveg verið ofalega oft, sko, eins og við vorum að tala um áðan. Já, þetta er það hættulega við Fortnite. Þú lendir einhvers þar og síðan getur þú verið óheppið með byssur eða bara hinn leikmaðurinn er hreinlega bara betur en þú til að byrja með og já. Þá ertu bara átt. En já, og er það bara 26, ég sé hérna bara við erum með 27 spilara. Já, kannski einhverju sem að hafa, eins og við segjum Gunnabot á fellu, en einhverju sem eru kannski hafa gleymt sér aðeins. Já, þeir voru 31 í síðustu viku, kannski koma þær inn í öðrum leik. En þessi með eitthvað svona flott letur í nafninu sinu. Ég veit ekki hvernig hann logga sig inn, alltaf þeir eru með eitthvað spes lyklaborð eða eitthvað language. Þú veist, hvað F og N er þetta? Já, er þetta ekki bara, eins og hérna, þetta er eitthvað krót líka, en ertu ekki bara með þetta á desktopinu þínu, bara ready to copy paste? Já, það ekki, eða þú veist, nema að það sé bara login with e-mail. Já, kannski er það bara þannig. Nei, ég ekki hvernig að logga því síðast inn í eitthvað, hann er alltaf bara fastur inn. Já, það er þetta rétt. En hérna er ég mitt FH Gunnabot, félagið. Já. FH hérna. Og þetta er hann með 6-7 í nafninu sinu, ætla það sé viljandi eða? Hvað er það þetta 41 fyrir? Ætla það sé ekki bara að reyna að búið til nýtt trend, 4-1 eða eitthvað? 6-7-4-1. Er þetta byrjunin á einhverju svona símanúmeri eða? Já, ég bætir alltaf við einum tölustaf eftir hvert mót. Kannski er þetta bara leikinn sem hann eru unni. Já, alltaf að breyta bara. Já, bara stanslist að breyta. Já. Breyti kannski á viku fresti bara. Já. Kannski hoppar það upp 3 eða 10 eða. Það væri þetta alveg gaman. Svona, fólk 3 búin að falla. En oftast er þetta svona meira fólk að safna bara. Gera sér tilbúin fyrir hann og loka bardaga. Margir líka í miðjukaflanum á leiknum er þess virði að taka bardaga. Skilur, viltu eyða öllu strax? Já, en það fyrir náttúrulega líka bara allt eftir hvort þú sé teppinn upp á þann sem þú nærð. Ef hann er með eitthvað gríðilegt á sér, þá er það alltaf þess virði. Já, reyndar. En ef hann er síðan bara með eitthvað, bara engin materials og ekkert á sér, nei, nákvæmlega. Þetta er svona happa-glappa. Hérna sjá Kristó, þú veist, eins og lútið sem hann er með núna, hann þarf ekkert meira. Hann með shotgun, byssu og svo, jú, hann hefði getað reynda fyllt á stóri byggsildina. End of Wish. Býtu. Þetta er eitt á nafninu. Ég held að þetta sé einhver sem er búinn að breyta nafninu. Þetta getur að vera Wish. Já, það væri mjög skrítið, nema hann væri bara að annánsa að hann væri að breyta nafnið hérna. Þetta er, já, maður veit ekki. Finnur sér allavega shield til að komast upp í full. Og vissulega reynda 96 health, veit ekki hvað hefur gerst þar. Þvílík skiptingarna. Venox. Sko, jetpack er þetta nýtt sem kom núna í síðasta uppdati. Þá skýtur þeir upp og svífur. Já. Við hefum séð fólk vera að nota þetta í svona lokin, en síðan hefur líka séð fólk sem notar þetta að þau bara skoti strax niður, sko. Þannig að þú getur ekkert varið þig og bara fast. Komin í fyrsta bardaginn hérna. 4-9, þeir eru 2 sem eru með það í nafninu sínu. Voru svona ganga ágætlega.
4 nýju bræðir. Þannig að sjá við. Sérðu, hann bara strax skotinn. Þetta ekki það gott, sko. Nei. Þurfti hann eitthvað að fara? Já, hann ákveður að vilja ekki þennan bardaga. Ég tel það... Já... Ég taldi að hann verið fyrir eitthvað góðri stöðu. Já, hann bara uppi hann, eða geta bara slaka á, held ég, sko. Já. En svo sem vildi kannski ekki að einhver annar myndi koma í kringum hann. Hann vildi frekar reyna að losa sig við þetta, heldur reyna að berjast meira. Já. Það er svona, það er svona getur verið hættulegt. Ef þú ert með highgroundið í svona bardaga, þú ert kannski ekki að spá allt for mikið í því hvað er í gangi í kringu þig og síðan kemur bara allt í einu einhvern negla í bakkið. Nei, nákvæmlega. Byrjar að læðast þarna bara eins og væri að læðast inn í ískáp klukkan 3 nóttina ná sér í seriós, sko. Geymir þú seriósið í ískáp líka? Það er langt best, svona kallt, sko. Gefið mjólkinn inn í hillu og seriósið inn í ískáp. Já, þú hlýtur þá að drekka mikla mjólk. Ég held að þú gemist ekki leikið þar. Já, já. Ég drekk bara mjólk. Ekkert vatn. Þess vegna eru beinin mín svona sterk, sko. Já. Það er þá bara svona algjörlega hvítu líka. Já, já. Verða engu lit sumarið. Það er bara svona mjólkur hvítur allt árið. Já, já. Hann er komið með hérna látbragðs glitsið. Hann heldur ekki á neinu. Já. Sjá, þetta er bara komin í þykistunni leiki, sko. Nei, hrapp. Hættur í einhvern bardaga. Lendi fyrir neðan, óþægileg staða. Ætla samt bara að keyra í hann. Það spila þetta vel, nær honum aðeins neðaður. Leifur honum ekki að fara allt of hátt en byggir sig vissulega reynda bara mjög fljótt aftur. Herðu, hann ætla að reyna að hoppa hann til hans á trampolíninu. Nei, skipting strax. Þorri er hérna... Nei, förum aftur á hrapp. Herru. Já, sprengir þetta þannig fyrir aftan sig þannig að hann gat ekki verið eldur. Mjög sniðugt. Við áttum einmitt legendary moment hérna fyrir svona einhvern tíðan síðasta sísoni þegar að einn keppandi sprengdi ekki og Ágúst lýsandi misti sig, sko, að hann væri ekki að sprengja. Já, sko, það er svona, það er ákveðin áhætta að sprengja þetta ekki, en þú þarft líka vissulega að hitta þetta að þú ætlar að sprengja þetta. Já, það er rétt. Hann er hérna uppáhalds leikmaðurinn þinn. Já, mjög grimmur. Veitu, er Hölkin í lobbyinni? Ég hef ekki séð. Já, kannski hann sé bara slagbur, eins og er. Já, það er þá bara Bruce Banner heima á þessu. Það er Mugsy. Hann er einn af okkar vinsælu. Hann virkar á TikTok þessi. Er ofta að stríma og ég hef séð hann okkur live. Þú sér hann er sjóðandi að byggja. Nær hann að skoti í 67. Þetta hefur verið viljandi hvað hann vildi gera. Hann er að vinna með hann að skambissuna. Gull. Kannski veit eitthvað sem við vitum ekki. Ég veit ekki alveg hvort að ég væri að rocka skambissu. En desant held ég svona að hún skýtur hratt. Þú getur held ég haldið inni. Já, ég man bara eftir gömlu fjólubláu skambissunni. Bara klassísku, sko. Já. Og maður pikkaði hann alveg upp. Vinurinn, mjög grimmur, tekur hérna fellu, Steffe henn. Kom með eina fellu, tengir eitthvað við hann. Svona persónulega, nafnið. Mjög grimmur? Já, ég er mjög grimmur í Fortnite, sko. Já. Maður verður að vera það, sko. Já. Gengur ekki að vera svona rólegur. Er hann að spotta einhvern annan, eða? Hann er nú ekki alveg að fylgja nafninu sinni, en að hangandi inn í runna. Já. Hann er alltaf ekki búinn að sitja að runna á sig, sko. Já. Nei. Season 8 mechanic, sko. Það er einhver hérna gæi að lenda, að koma til hans. Hann ætti að fara að heyra í honum. Mugsy kominn inn í storm hana. Sér hann. Bíða eftir góðu skoti. Ég er að reyna að sjá hvort hann getur fengið hérna bara frí skot á hann. Ég er að lappa í hinn áttina og það er svo mikið af byggingum hana fyrir, held ég. Ætli hann bíði ekki bara með þetta.
enginn kannski þurfa að fara að reyna að skjóta 2-3 og láta heyra í sér. Nei, í runnanum og í hringnum, þannig að hann er voða rólegur eins og allan að þanga til hann fær gott svona opið skot, þá held ég að hann verði allt í henni mjög grimmur. Sko, já, hann sá þarna eitt big pot, spurning hvort hann vilji ná í hann, því hann var enda með medkit 1 í staðinn, en spurning hvort hann vilji hafa shield frekar en líf, þannig að það er shieldin sem fer fyrst. Sís í vandamálum ennþá. Hann er bara búinn að vera þarna að faðma endan á hringnum og vera að halda honum svona lúmst. Það er að fara hérna lengst hringinn í kringum fjallið bara til þess að komast inn, en þá er hann að fara að hitta einhvern annan leikmann sem er upp á fjallinu. Alex mættur þar til að taka mótunum. Spurning hvort að þetta skinn sé bara allt og bjart. Bara þetta er alveg gríðalegt, bara disco hérna. Þú veist, sum skinn eru betri en önnur, þú veist, það er til græn skinn. Þau hljóta hjálpa aðeins að vera inn í einhver svona grænu að fela sig þannig. Möxi er fallinn! Það var vissulega Alex sem að, já, var þarna uppi tilbúinn að taka mótunum. Þetta var sko 2 sekundur af mistökum. Hann labbaði, var boxaður inn, hann gat bara ekki gert neitt. Nei, og það er Twitch-inn sem að tekur TikTokið. Já. Og síðan er hann bara í róleitum. Já, enginn í kringum hann og... Nei, þú veist, mamma svo var komin í herbyggi og tala við hann eða eitthvað, hann eitthvað, já, við erum að spila. Get the camera, get the camera. Hann er að tala á Twitch, þú veist, við aðdöndum hvað var að gera, skilur. Af hverju einhver TikToker mætti bara í andliti á hann. Nei, nákvæmlega. Þetta er nú djarft skot ef hann ætlar að reyna þetta. Það er að Kristó. Ekki búinn að sjá mikið á honum hérna, en það var önnur fella að koma í gegn, ég sá ekki aðeins lengi að... Henrik sýndist mér. Já. En eins og sjá, bara 7 fall búin að falla og það er 50 ringur. Herðu, Rúnar, hann er í 49 genginu. Reyna að koma sér allavega upp í skildi eða Þorri hafi ekkert tekið eftir honum eða þá bara ákveða að fara í hináttina, en það eru 2 fyrir aftan hann. Kappi 1. Hann er fest puttan á lyklaborðinu þegar hann var að skýra sig. Hann sem alltaf tölur einhver skilja eftir trampolín. Þorri að gefa Rúnari mjög þægilegt tækifæri til að koma sér inn í hring. En kannski er Þorri líka að sleppa við þegar að láta heyrast rosa mikið í sér í staðinn. 105 kapp. Gott svæði, sér hérna vel yfir það sem að, já, flestir þurfa að mæta. Skemmtilegt hvert hringur er að fara. Ég elska þegar er svona mikil hæðamunur á loka hringnum. Þú veist, þá lendir fólk svolítið í vesinni, sko, ef það er ekki búin að gera sér ráðstæðanir fyrirfram hvert þeir ætla að fara. Mjög grimmur í... Já. Spurning hvort hann vil ekki fara að fá sér smá skjöld. Það, þú veist, hann er nú með slörp og hann getur bara drukkið hann og þá, hann fattar það. Já, maður kannski bara reyna að koma sér í betri stöðu fyrst, en... Ég held að það sé alltaf mistök, sko. Alltaf shield og síðan... ég veit það ekki. Fæði sér hérna nokkur sveppi. Það eru Steini, ætlaði að byggja hérna eitthvað þvíld base, en hringurinn er ekki hjá honum. Hann er samt mjög hátt uppi. Þægilegt að það er 1 sem lendi inn í hring. Já. Og hringurinn er alveg fyrir sjóinn. Hann er helmingurinn inn í sjónum sem er geggjað. Þetta gerir voða lítið svæði og ja, 20 manns eftir. Ja, Hilmar Hörg er hann að niðri. Ekki að sjá hann. Hann er vissulega í lobbyinu allavega. Hörgarinn. Með pöndu svona í mótið fyrir aftan sem að var einn spilari hjá okkur sem hitt Bjartnanda. Byrjaði það ímót, eða veit ég hvað sem það kannski þetta ímót, broskall eða eitthvað. Emoji? Já, emoji, kannski. Þetta er stór nöfn, beint fyrir framann Steina. Gabbi. Þetta eru Gabbi hund, þetta eru 11 milljónir. Ákveður að taka skotinn og læti þá vita af sér hann í runninum.
Día... Hvað er hann að gera? Ég veit ekki alveg hvaða leið hann er. Fara. Gabbi mættur hérna. Gabbi, þetta er búið skrítin barda en Gabbi næri einhvern veginn að klóra sér út frá honum. Vákvað að náða að halda sér lengi án þess að vera hittur. Náða að fela sig hann bak við stigann í smástund. Færa þarna einmitt allt sem að hingað hann var með. Já, þetta er... En hann hefur ekki tíma. Hann bara hoppar inn í miðuna öllum stór hættuleg hreyfing. Hann hefði nú getað kastað trampolínu og tekið eitt item með en hann sleppir því. Þorri fylgir honum síðan eftir á trampolínu hann í gegn. Rúnar, þetta er algjöru skotrið. Sjáum ekki marga vera búin að nota hann á lönns jetpacki. Ætla hann gera ekki núna Gumsi. Hringurinn er bara lengst. Já, þetta er... Það er samt svo hættulegt. Það er ennþá svo margir á lífi. Getur verið skotið niður á bara 0-1 sko. Já, en hann þarf að lappa upp fjallið og sko að bíða hans 10 manns þannig að bara sjá hvað þetta er þétt. Þetta er orðið mjög þétt. Þetta er einmitt það sem við vorum að tala sko. Þess, nú er 19 eftir og eftir mínútu það verður örugglega helmingurinn farinn sko. 2 mínútur. Þorri þægilegur með sko 6. Það er bara endalaust skjöld. Já. En hann má það ekki verið í stórn. Bara að fara að drífa sig. Mjög grimmur fallinn. Nei. 105 hrafn. Hann kemur hann. Nú er að reyna að ná öllum hérna á leiðinni með skambusinni. En já, vissulega ekki að hitta nógu mörgum skotum. Og þarf núna að fara að færa sig sjálfur og hoppar inn í það á alla hérna. Örugglega með besta staðinn. Hæðst upp eða möllum. Nei, Pétur Steini er að reyna, hann segir nei. Ég ætla að vera efstur. Þingar Marinn aðeins neðar og Steini heldur hægrátunni. Þægilega yfirsýn á allt mappið. Já, Steini orðinn bara konið mjög góða stöðu hér. Vá, hann sér yfir á alla. Og ég er að elska þetta endgame. Þetta sé bara í fjalli. Já, þetta er bara í brekkunni. 17 eftir. Hún fer ennþá lengra inn yfir brekkuna. Heldur bara áfram hérna alveg í kantinum. Spurning hvort að einhver taki sipplanið. Það væri grjótart. Sjáum að F.A. Þorri er komin frekar langt en hann spottar hann. Það er ekki að... En Þorri var með svona sko 8 skildið þannig að þetta er í lagi. Hann þarf að drífa sig núna. Steini ætla bara að vera fremstur á öllum að vera... Herrið, margir er bara leiðinni neðst. Ég veit ekki alveg hvað er riski. Spottar hann þarna. Fær skot í bakið. Nýtir hann á tíman og næsir í 15 wood í viðbót. Ekki með mikið með Steini fallinn sem var efstur. Það eru fullt af fólki að falla. Það eru allir að falla núna. Þorri felldur. Þorri felldur. Alex að fá sitt 3. hérna. Nú er allt að gerast. Halda áfram. Vá, þetta er leiðinni bara upp fjallið mitt sem við erum að tala um. Þetta er 13 eftir. Hrafn mjög lágur þarna. Gabbi felldur. Allir að fokki. Nei, allir að reyna. Klára að byggja. Heyrði þetta enginn? Nei. Marino, já, þú ert ekki í góðri stöðu held ég. Já, hérna ferða að stað. Oh my god. Kemst aðeins hérna upp. End of Wish í vandræðum Vissi komið hérna emst núna. Og nú er fólk að falla bara hægri vinstri. 10 eftir. 105 hrafnir komið í góða stöðu. Vá, Alex fallin líka sem hafa búin að standa sig svo vel. ITLD að algjörum vandræðum hérna en Viss fær nokkuð skot á sig líka og dettur niður. Misti hann helmingin af lífinu. Día getur ekki tekið nema 1 sekúndu í storminum. Vel gert hjá Viss, spurning hvort hann... Nei, hann skaut sér ekki nú. Bara fullkomið. Kristó tekur Díu. Stórhættulegu bardagi hérna Viss. Það er góður skotinn í bakið á meðan. Fær líf fyrir felluna, sem er þetta mjög gott. Kemur sér aðeins neðar í brekkuna. Þetta er ótrúlega óþægileg stað og Kristó búinn að taka hægrátið. Hann ætlar að skjóta á niður. Hann ætlar bara að skjóta á niður. End of Wish nær Gumsa hérna. Hann ætlar bara að brjóta þetta og detta þið niður. Þeir eru allir
allir Wish er felldur. Nei. End of Wish er felldur. Já, End of Wish. Og Wish núna í vandræðum felldur líka. Kristó á móti ETP hérna. Þetta er einmitt það sem við tala Kristó á hægratinu. Einhvern veginn náðu að koma sér hérna upp, hann var alls ekki efstur áðan en búinn að ná að klifra upp listan og ETP er að reyna að komast hérna upp að honum. Kristó er að spila það mjög vel en fellur hérna niður og næra að halda sér uppi. Góð skot báðu megin við. Hann er með 3 medkit ef hann vill spila þetta. Nei, hann þarf þess ekki. Kristó tekur þetta. Vel spilað af Kristó. Já, Kristó tekur fyrsta leikinn. 4 fellur og nær hægrándinu hann alveg í endan. Mér finnst það að vera samt fyrir ekki seint með að við, kannski það sem við vorum að búast við, en það voru mjög mikla breytingar á hægrándinu af því að við vorum, það voru allir í fjallinu og ef þú ætlar að halda hægrándinu þá þurftur þú bara að skjóta þér ennþá lengra upp og byrja að byggja þar aftur og þá lentur þú í vandræðum. Þannig að þetta var bara fáránlegur svona endahringur það sem við vorum að fá og mikið að fellum bara mjög hratt á meðan þeir voru að reyna að hreyfa sig og þetta var endalaust þannig bara uppi fjallið alveg við sjóinn. Bara geggjað og við spurning hvort að við fáum að sjá stigatöfluna. Við ætlum að taka allavega stuttar auglýsingar og krefum þetta eftir örstutta stund. Saman gerum við lífið skemmtilegra.
Já, komin aftur. Já, mættir aftur og bara tilbúinir í næsta leik, eiginlega. Já, þetta var rosalega góður endgame. Bara ég gæti ekki að beðið betri svona endgame inn í fjallinu og einu sinni fengi einn endgame sem að þá var einhver risa bygging sem var ekki hægt að brjóta og hringurinn fór svona yfir hann einhvern veginn. Þannig að voru allir í ruglinni og Já. Ég held að þetta top 2 bestu endgame sem ég sé síðan ég byrjaði LK. Já, ég bara mjög sáttur að fá svona góða lokarhygg, svona fyrsti leikur, maður að mæta og fá að fylgjast með og aðeins að lýsa sig og já, eins og þú segir, þetta getur varla verið betra að fá þetta svona akkurat í fjallinu og líka það að þetta hafa haldist í endanum, bara allan tíman fer hérna kringum bara svona endan og fylgist ströndinni allan leið. Og já, það voru vissulega einhverju bátar og skip hana niðri og einhver vildi reyna að komast í það, en ég held að það sé ekki mjög sniðugt. Líka bara að vera að spila, það er svo gaman í svona endgames að það er svo mikið sem hægt að gera og mikil munur á hæð getur verið hann upp í fjallinu eða niðri, en síðan voru líka að sjá þeir sem voru að fara of snemma upp, þannig að man ekki nafni núna, en hann var bara feldur, Kristó greinilega tekur alltaf réttar ákvörðunni hvenær á að byrja að ráðast á toppinn. Því að þú veist, ef þú ferð að snemma þá kannski bara er það ekki gott. Nei. En svo tekur hann þetta fyrsta leikinn eins og ekkert sé. Já, Kristó klálega nafnið til að vera svona fylgjast með í gegnum deildina. Meðan það, hann er allan að koma með 2 sigra núna, hann vann 1 leik í síðustu viku líka. Jú. Og þá finnst mér nú líklegt að hann sé hann er ofalega. Að nálægt toppnum ef ekki efstur. En það er já, eins og þú segir, að taka þessar réttar ákvarðanir hvenær átt að fara á toppinn og bara allar þessar hreyfingar sem hann var að gera, hvar hann var að taka fólk út og hvaða barda hann valdi svona að taka. Það er rosa erfitt og fyrir þá sem að spila Fortnite, maður átt að segja alveg á því hvernig það er, þó að, jú, vissulega þegar þú ert að spila ranked eða eitthvað, þá kannski lendir ekki í alveg svona endarhringjum eða svona lokarhringjum nema þú sett svona frekar hátt rangt. Jú, það er rétt. Náttúrulega, ef þú ert að spila rangt þannig á netinu þá gæti náttúrulega verið fleiri, af því við erum náttúrulega bara með 30 manna lobby núna. Já. En já, það er náttúrulega, við getum ekki að tala meira um fyrsta leikinn, annar leikurinn er að byrja. Það er bara snilt, hoppum inn í annar leikinn. Það átt að vera líka bara hratt. Næsta leik. Já. Fólk er komið til að spila og horfa. Fólk er búið að fá tíma til að poppa á meðan í pásunni, fara á klósettið og nú þarf það bara að hækka í sjónvarpinu og fylgjast með, sko. Stuffy. Já. Mér finnst þetta reyndar frekar spes flug hjá honum. Þetta? Já. Mér finnst það að vera komin svo snemma á reglífina. Hann er að miða bara á hana botnin. Já. Ég held að það er bara fullkomið flug, sko. Þú vilt vera eins neðarlega og nálægt, þú vilt bara lenda á kistunni. Þú vilt ekki þurfa að svífa eins og þessi. Þorri er þannig sem of hátt. Já, algjörlega. Séu hann, Stuffy, hann já, hann lendir, ok. Er að ákveða hvar hann ætlar að svo hann droppa. Ok, þetta var gott. Bad Kitten. Bara komin í 50 og þegar að það er einhver annar búinn að ná einhverju skotum á hann. Við vitum allavega að hann lenda á löppunum með við nafnið. Það er 1 fallinn og þér, það er bara komin niður í 28. Já, vat. Mistum á því. En já, Stuffy að finna sér skildi hér strax og Bad Kitten fann sér líklega slörp sínast mér. Sko núna er annarkvort ertu að fara að keyra strax eða bara beila. Þú veist, ég fíla ekki þegar fólk er að bíða svona, já eins og séru. Þannig bara hættu við, Já, skotum í bakið. Bad Kitten, já, hann er með svona léttan glugga hérna. Besta núna ef að Bad Kitten ætlaði að fara að gera árás, væri hann alltaf bara að drekka skjöldin og þá er hann með skjöldin bara, ef hann er skotin einu sinni og heldur hann áfram að fá skjöld. Sýnast þeir átt að fá þeir að fara í sikkur áttina, vil ég ekki þennan parta nema, já, ef maður vill fá einhver svona frískot, hann reynir samt að fylgjast með þessu. Þetta er hann að ákveður að halda, hann er með svona 2-falt þema, ekki lengur, það var 2 shotguns og 2 svona, ég veit
ekki hvað bissa þetta er einhver ný bissa. Þú ert ekki inn í því? Ég veit ekki heitir nú allir með þessu nýju bissum. Við vorum með einn sem hét Stefán Atli, eða heitir ennþá, hann með okkur, sem var með svona tæknilega nöfnin, sko. F.A. Lexi að lenda í algjörum vandræðum, byrjar að hlaupa burtu, það ætti að vera skotun í baki, gerist og... Hann með trampolín, farðu bara í burtu! Nei! Offside, nærði ekki. Sko málið með trampolín, þú þarf bara í tvisvar á bil. Bil, þá kemur trampolín, sko. Það er þægilegt. Akkur varst það ekki með gömlu trampolínu? Já, bara, það ekki. Hann var með 4 trampolín, hann allan daginn bara átti að negla það einu niður, sko. Held ég, já, hann allan hann fjall. Já. Það er svo skoða hérna, en já, spurning hvernig þetta verður Gabbi, hvernig vandræði byrjar að koma sér í burtu. Þorri! Við sjáum Þorra taka hérna fellu og Finni inn í ops-herbygginu missi sig. Almennilega skot hjá Þorra hana til að ná þessari fellu. Það er ekki mjög létt að hitta fólk sem að trampolín í burtu frá þér. En nei. Það er vissulega, þetta er ákveðin lína og það er banan. Þetta er statement, sko, líka hann með svona öðruvísi grafík. Grimmur mættur. Fer hérna niður, þetta er óþægileg staða að tekka mögslið. Grimmur nær góðu skoti, nær öðru á hann. Þetta var tæft fyrir Mögsi, en þú sérst hvað Mögsi bara, það eins og sérst að horfa á YouTube-tutorial. Hann bara nær öllum edits, bara fullkomið, veit einhvern veginn, bara, hann vissi nákvæmlega hvað hann var að gera. Mér líður eins og ég hef ekki einu sinni séð Mögsis skjóta samt. Nei. Ég einhvern veginn, hann var það fljótur að hoppa á milli. Já, við hoppum bara beint hérna. Þreyttara að vera tekin á banana, heldur venjulegu skinni, skilur. Já, það er allan ekki mjög gaman. Nei. En það sjáum við bara default skinnið. Það er náttúrulega bara klassík. Nema hann búinn að uppgreita skóna. Já. Þú getur vist núna að vala einhverju skó. Já, ég var búinn að heyra það líka. Mér finnst það kannski óþarfi að kaupa með skó líka ofan á skinnið mitt, sko. Já. Síðan fer ég að geta húfu og hanska og alls konar, sko. Ég man bara, þú veist, maður keypti fótboltaskinninn og síðan spilaði maður alltaf fótboltastelpunar af því að þær voru alltaf, já, einhvern veginn bæði erfiðar að sjá þær og minni sig. Já. Heldur en margir aðrir. Jú, ég fekk gifted íslenska skinnið. Var að spila með dúopartnernum mínum íslenska skinnið. Já. Ég var alveg til í að sjá einhver svona classic OG skins eins og þessi, sko. Hvaða skór er þetta? Er hann ekki bara einhverjum svona slippers eða? Jú, þetta er einhver einhyrningaskór, sýnist mér. Já. Eða sungaskór eða eitthvað. Við þurfum að fá drónaskotið, ef við ætlum að sjá það. Ég hef stundum fengið það. Horfið bara svona niður. Já. En já, þú veist. Þetta er allt eitthvað sapn. Hann er einhver nýr animated karakter hann af fjólubláði, sást hann? Risastóri. Já, þessi hérna vinstra megin. Já. Þetta er eitthvað svona... Hvað? Þetta sé eitthvað svona heimilisvöru búð. Þetta er eitthvað búð. Já, ég veit það ekki. Það er allan að vera að auglýsa eitthvað með þessum kallið. Kannski bara bæinn. Sandy Strip. Þetta er bara nýja svona maskotið þeirra. Sandy Strip, já. Þetta er eiginlega bara Las Vegas. Já, ég var að hugsa. Þetta er bara eyðimörk og síðan bara hellinga eitthvað ljósum og partíi, sko. Gósbrunum og eitthvað. Já. King Melty, Deep Cuts og já. Ég held að hann sé bara mættur í, já. Herðu, hérna. Hvar ert þú? Talandi OG skinn. Þetta er reyndar OG skinn, sko. Þetta er geðveitt skinn, sko. Og hann er búinn að uppgreita, hann er komin í Nike skóna við það, sem er svona spurning hvort að það sé orðið OG þá lengur. Já, við gefum honum það. Já. Þetta er með þeim fyrstu skinnum sem komið. Hann er að miða og tjekka hvað byss þetta er, hann er skotin. Fyrir það.
Ó, nei. Veltrix. Vel Hér gert. til þess að Ingo fær ekki að spila lengur. Góð skot hjá Veltrygg. Ég hef ekki hugmynd hvernig maður er að Veltrygg. Veltrix eða eitthvað, ég veit það ekki, trygg. Twitch Alex. Ætla að sé að leita að Mugsy. Mugsy er hann rétt fyrir Já, framan. já. Við gætum verið að fara að sjá Twitch á móti TikTok aftur. Bad Kittin er hérna nálægt honum líka. Rétt fyrir ofan. Finna hvort annan hérna strax. Spurning hvort að TikTokarinn sé að fara að mæta í bardaðan hérna hliðina þeim. Hann finnir lyktina af þessu. Hann er kominn hérna fyrir aftan. Ætla hann fara ekki að skjóta eftir smá. Kemur hérna fyrir ofan á, síns mér. Skrolsfeldur. Aðeins hraðari byrju núna heldur en í síðasta leik. Þarna kemur Mugsy. Spurning hvort það sé að hjálpa bara Twitch-aranum. Þeir eru byrjað að tíma. Ja, þeir vilja þetta 1v1 sko. Já, nei, hann skýtur líka á Twitch-in. Twitch-in var náttúrulega bara þeim megin betra fyrir hann. Hann ákveður að hoppa bara út, komast þér frá þessu. Bad Kittin líka komið niður. Mugsy núna bara byrjaði að elta. Spurning hvort það... Já, þeir eru ekki að... Það er voða óvinsælt þegar að þeir eru tveir að berjast að þessi komi alltaf inn í svona þriðji aðli og skjóti frá hliðinni, sko. Ég myndi alveg vera ekstra reiður og mögulega bara tvöfaldra af hann, sko. Já, þetta er svona, já, partur á leiknum, sko. Third party. Já. Þetta var reyndar, sko, fyrir þá sem að spiluðu Apex líka. Já. Það var mun þekktara þar af því að þú náttúrulega gast ekkert varriði frá einhverju svona third party. Já. Þannig að það var bara strax úr kláraði einhver barða að þá kom einhver annars. Þorri, þetta gæti verið hans enda leikurinn í annar umferð. Hann er samt þekktur fyrir að vera í svona aðstæðum, en nei. Wish. Með náttúrulega Legendary shotgun. Manni líður alltaf betur þegar maður er með Legendary. Já, þú veist, hún það er gerir eitthvað við það, sko. Já. Já, og náttúrulega gefið þið meira damage og svona, en meiri skaði til að... Meira confident. Já, svona gullpumpan, skilur við. Þú vissi bara að væri... Ég var alltaf góður með bara 2 grænar pumpur, sko. Já. Það eru nú, sko, 5-6 ár síðan það var. Já. Það var þegar ég spilaði þessi best. Bara gamanmenni hérna, sko. Já. Stuffy og Mugsy eitthvað svona aðeins að kljást hérna, en End of Wish er fallinn. Já. Þetta gerist bara þegar maður er að breyta svona nöfnunum. Já, skýra sig líka, sko, End of Wish. Er það ekki pínu svona, ég er að fara að vinna Wish hérna? Jú, það er eitthvað svona... Það er eitthvað bíf í gangi, sko. En samt segir líka þú veist þetta er aðdáandi, sko, myndi ég segja. Þannig það er merkilegur, skilur, og breytir nafninu í hann. Já. Ég myndi alltaf segja það. Ekki nema að hann hefði kannski bara tekið hann 3 svar í síðustu viku og hann hefði bara, heyrðu, það er nóg komið, sko. Já. Það er líka góð spurning. Lendir í algjörum vandræðum, er með leikmenn hérna allstæðir í kringum sig, er að reyna að koma sér út, nær einhvern veginn að snúa upp á hann hana. Hann er með trampolínu ef hann myndi bara íta 2 svar á bil, eins og ég er að segja. Já. Hann á ekki vegginn. Já. Núna! Veit, hann heldur þessu einhvern veginn á lífi. Það er að fá sér shield hérna, hann er fastur inn í einhverjum pálmatrefum eða hvað sem þetta er. Það er ekki skotinu. Hanna nær hann skotinu. Þeir eru svo snöggir. Mjög vel gert hjá Steff. Kaupið sér aðeins tíma þarna. Fyrir... Nei, nær ekki að fylla alveg á lífið. Þvílík pressa sem við verðum að setja á hann. En hann er samt að spila þetta mjög vel. Skildi eftir smá opið hana. Ætlar hann að koma sér út núna eða ætlar hann að halda áfram? Hann heldur áfram að berjast. Það er verið að skjóta hann fleiri áttum líka. Já, nóga spilur allstaðar. Hann setur vörn í sókn. Þeir eru að keyra á Gunna. Hann sér hann ekki. Jú, ekki hann sá hann. Gunna að reyna að fela sig inn í píramítanum.
Viss tekur hann að felli á meðan. Þetta geti verið svolítið óþægilt því að hringurinn fara svolítið langt í burtu og þeir hafa 20 sek. Já. Flesti spilararnir sem voru vissulega í kringu það eru bara farnir á hvað, nenni sig ekki og lendir í slæmi skoti hann Nei! Gunnar bot. Gerir vel. SteffFN kannski hefði mátt taka ákvörðunina að fara bara. Hann var með 2 trampolín. Hann hefði getað skotið sér lengst í burtu. Líka hvað með hvar hringurinn er. Ef við fáum kannski að sjá mappið. Þá var hann þeir voru rosalega langt í burtu að berjast. Kristó kom eina fellu. Að reyna að fylgjast með hverjir eru í kringum hann, hvert hann getur farið næst. Ég er núna bara aðeins að spá í þessu Veltrygg er bara beint fyrir neðan hann núna. Já, Kristó kom með eina fellu en hann er samt búinn að vera að spila og rólega. Marino nær góðri fellu hérna. Og þvílíkt mikið að gulldótið hana. Tekur tjökk. Sko, hvernig er samt tjökk-tjökkið núna? Það er búið að breyta þessu nokkuð. Þú getur rauninni drukkið hvenær sem er og hann eyðist ekki. Þannig að þú átt 200 líf. Já. Sem er mjög þægilegt. Það er ekki eins og þetta var en viss. Í algjörum vandræðum að reyna að færa sig hérna. Heldur áfram að drekka þessa shields. Nota trampolínu, kemur sér inn. Fær hringinn líka. Hann þarf ekki að hreyfa sig. Já, sem betur fer, hann er í mjög slæmri stuði hérna. Já, hann getur ekkert ekki mörg skot. Já, Veltrygg finnur hann. Fæði sér fisk sem er örugglega á mínum mati með þeim betri. Fá bara instantly skjöld. Hann ætlar bara að keyra vörn í sókn. Sko þetta er, þú líka að sér Viss, já, hann er að ná sér í hérna 500 metal. Vá. Og það er meira til. Spari. Nei, hann er að senda það í burtu með ánni. Ég var einmitt að fara að segja að Viss þurfti að fara að refresha það, hann átti bara 100 drikk eftir. Reyna að spotta einhvern út. Allir eiginlega komnir inn í hringinn en það eru 2 þarna fyrir utan hringinn upp á fjallinu eitthvað að sko í vandræðum. Hverjir eru þetta? Viss, þetta er ekki alveg. Það er til í að hoppa yfir en þeir eru líka bara að stara ákvöðan sko. Já, það er einhver bardaði þarna rétt fyrir utan. Þetta er Mugsy. Er þetta ekkert TikTok og Twitch-in? Sko, þegar þú ert bananinn þarna. Þú ert svona áferðandi. Bara, hei, skjóti mig, ég er að koma. Pínu. Já, það er samt að lenda þarna í einhvers konar fossi sem gefur honum shield. Já, þægilegt. Er ekki alveg komin í hringinn en ekki heppin með næstu staðsetningu. Hún fer lengst. Gæti ekki farið lengri í burtu. Ekki margir svona á góðum stað. Hann er hann einn alveg við endan sem að ætti að vera langt best settur. Venoch lenda inn í Mugsy sinna. Spila fiskinn. Benji Fishy, gott að spila. Fyrir þá sem vita. Mugsy tekur 100 í skaða, 30 og hann er felldur. En nú þarf Prime Venoch að hlaupa þegar hringurinn er alls ekki hjá honum. Hann er ekki með neina leið til að fara þetta hraðar. Bottar hann á trampolín. Já. Og ætlar hann sig ekki bara að fara að elta. Þetta er einmitt kannski ástæðan okkur. Það er líka stundum gott að sprengja trampolínu. Skotin í bakið. Tekur eitt slörp á vantarlega. Nei, hann er of lengi en lokar ekki kassanum. Óvart, myndi ég halda. Já, ég held að hann hafi, lokað kassanum. Ég held að hann hafi bara verið mjög fljótt fyrir að láta akkurat þennan vegg hverfa. Já, kannski. Alex kom hérna lengra inn. Stuffy gerir þetta ótrúlega vel. Næra edita leið og Alex er með pickaxe uppi og ætlar að fara að lemja.
Þetta einmitt það sem maður þarf stundum bara að gera, setja vörn í sókn. Einhver að keyra á kassa en bara opna og skjóta. Og fór hann í smá panik og var felldur. 11 eftir. Þetta eru mörg af þessum nöfnum sem við höfum séð komast svona langt. Stuffy, iCristo, Wish. Hölkin þarna. Já, Hölkin, hann þá lífi. ETP var náttúrulega, næst síðastur í síðasta leik. Þannig að þetta er iCristo og ETP eru hann að hlið við hlið. Þetta er fyrsta og annarsæti í fyrsta leiknum okkar í kvöld. En Hilmar Hölk tilbúinn að taka á móti þeim. Bad Kitten hoppar hérna yfir alla bara. Þægilegur, enginn einhvern veginn er búinn að þora að kíkja út í kassanum sínum. Þarna fær hann smá athyglin á sig. Er líka í kattarskinninu sem svona kannski gefur hann ekstra stig. Við nafnið hans. Fær þó nokkurn skaða á sig þannig en hann getur komið sér út úr þessu. Þetta var óþægilegt, Wish finnur hann. Þægilegt refresh fyrir Wish. Næði sér hérna í nokkuð byggingarefni. Hann þarf bara að koma sér lengra áfram og vissulega gera það virkilega vel. Ekki eitt skot búið að finna hann. Geymir hann að síðasta trampolínu sitt fyrir næsta hring sem hann fer hvert. Wow. Fer yfir í áttina frá honum. Rúnar hérna. Tekur mjög mikinn skaða bæði frá storminu og síðan eitt skot í bakið. Hvað er það að gera? Hölkin tekur hann, spurning hvort hann sé að æsa sig núna. Wow! Það er bara beint upp á Kristó. 84 og tekur hægrandi. Þvílíkt, vel gert hjá Hölk. Hölk í bestu stöðunni núna. En það eru margir að reyna að leita að þessu Nati. Það verður að brjóta niður síns mér, eða reyna það. Ætti samt að vera orðið svo erfitt. Nei, hann næri því og hann bara... Hann dettur bara. Fellur. Hann bara fellur. Það fær enginn... Þetta var von. Marino. Þetta er ekki staðinn eins og þú vilt vera. Hann hefur tíma samt með tjögginn sinn, en hann þarf að vera fljótur að nota trampolínu leið hann er búinn. Komið sér inn. Þarna, nær góðri stöðu, slæta væntanlega, já. Klárar hann 10, spurning hvort hann hefði mátt bara gera það áðan, en enginn að setja hann pressu eins og er. 7 eftir. Það er skot. Hörðu, Stuffy hérna neðstur að þeim öllum. Einhvern veginn líka bara enginn að pæla í honum. Já, hann er samt ekki með neinn mats eftir og lendir hérna í smá parta. Hann er með 6 mats eftir. Hann er með 2 medkits eins og hann getur verið í storminum í 20 sekundur. Hann getur ekki byggt neitt. Wish tekur Marino. Nær þarna í 30 byggingarefni. Nei! Stuffy tekinn. Nei, hvað er Nat að gera? Hann fer inn í storminn. Var að reyna að leita sér að einhverju aukadóti. iCristo aftur komið hægráti en lendir í barda hérna. Hann er búinn með byggingarefni sín. iCristo, þetta lítur alls ekki vel út fyrir hann. Wish. Hann verður að drekka slörpinn. Með einn í gangi en er það nóg. iCristo, hann kemur sér inn. Er að fá líf. Það er samt nóg. Hann er ennþá á lífi. Hvernig gerir hann þetta? Hann heldur sér áfram. Hann fær tjöggi. Tekur Nat. Hvað er að gerast? Er hann virkilega að fara að vinna þetta svona? Það getur ekki verið, Kristó. Hann er með trampolín líka. Þetta er of ljó. Hann er með trampolín, hann getur skotið. Þetta er aftur ETP og Kristó í síðustu 2 hérna. Kristó, 3 fættur. Nei, hann næri ekki að skjóta sér upp. Vel gert hjá... Hvað er ETP að gera? Já. Hoppa niður hérna, en Kristó er mjög lár. Þeir eru ekki með matt, en það er ETP sem að klára þetta. Sæll. Þessi 2, topp 2 í báðum leikjum. Já, vá, iCristo rosalegur hann að loka spretturinn. Maður held að hann væri einhvern veginn að fara að falla strax, en það er einhvern veginn að skafa sér hægt og rólega með því að ná fellunum að fá lífið frá því. Já, algjörlega. Lét þarna 1 slöpp duga og kom sér svona af stað og akkurat náði þessum 2 fellum til að halda sér á lífi en dugði ekki til í endan ETP. Vissulega náði að klára þennan leik og vonandi fáið reyndar einhverja aðra 2
í næsta. Já. Það er kannski óþarfi að vera með sömu 2 hérna alltaf síðustu. En já, vissulega þeir eru að spila þetta vel, þeir eru að gera allt rétt, þannig að þeir eru þetta algjörlega skilið. Já, ég heldur setjum bara í örstuðar auglýsingar og tökum svo stöðuna eftir það. Ég held að ég geti aðstofað ykkur. Og síðan hittumst við aftur á miðleið. Við eigum heiminn og allt sem í honum er. Saman gerum við lífið skemmtilegra. Luka, 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 Luka. Na, 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 na. Luka, 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 Luka. Na, 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 na. Luka, 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 Luka.
Já, við erum velkomin aftur að skjáinn. Annar leikurinn af 3 búinn í kvöld. 1 leikur eftir í þessari annari viku af Elko-deildinni. Æsispennandi. Virðist vera bara slagur milli tveggja eins og iCrystal og EDP. Já. Svona alltaf erfitt að bera fram skammstafanir. Já, EDP, það bara verður að vera svoleiðis, en ekki maður að fara að reyna að segja EDP, en allavega ekki miðum leik. Nei. Leifum okkur aðeins hérna, en já, vonandi kemur bara einhver annar inn og kannski Hölkin eða eitthvað svona, mjög grimmur. Hölkin alltaf var rosa óheppinn í síðasta leik og að koma geðveika stöðu þarna efst uppi og heyri svo að einhver að brjóta sig niður, bregst einhvern veginn ekkert við og svo bara dettur. Já, hefðu þurft að drífa sig bara af stað, þannig að hann var ekki langt í brekkuna og vissulega 1 player kominn þangað, en hefðu þurft að, tengja við fjallið eða eitthvað. Já, þurft að byggja mjög hratt allavega til að komast þangað yfir, en hvað veit maður? Það getur allt gerst og ég held að það hafi nú verið hreinlega iCrystal eða einhver sem að skauta niður eftir að hann stökk á hann. iCrystal var hann alltaf í þessari stöðu og Hölkin svona reynar að stela þessu af honum og ég held að hann hafi bara snúið sig við og skotið það niður í staðinn. Já, síðan líka alltaf léttara að segja svona þegar maður er að horfa á leikina hvað best að gera sko. Það er ómögulegt að segja til þegar þú ert í þessari stöðu, það er allt í gangi og fullt af skotum og allt að brotna og allir að edita líka, heyrist alltaf hverju einu editi. Nei, ándjóks. Þannig að mér fannst þannig að iCrystal eiga svona, þótt hann vann ekki leikinn, þá var hann svona með einhvern veginn spilamennskuna í leiknum hann að já, ok, ég held smá stund að við erum bara að fá replays en við erum bara mætt strax í 3. leik sem bara geðveikt því að það er bara spenna framöndan og þetta er síðasta leikurinn í kvöld þannig að hækka svona 2-3 í sjónvarpinu. Já. Setja hægindastjólinn einni stellingu neðar. Leifa sér aðeins. Og opna síðasta drikkinn sinn. Jafnvel fá sér lúkkalúk. Steffi. Fáum alltaf ofta að sjá hann hérna í loftinu allavega. 30 núna. Það er einhver sem hefur 30. Drifið sig mætt í partíið. Já, þetta er mikið ekki. Steffi virðist þannig að vera búinn að merkja staðinn. Þorri, hann er að skipta. Hann er búinn að skáta og hann nennir ekki í hennan bæ því að það eru 3 á leiðinu þangað ákveðið frekar að lenda hérna 1 sem er bara mögulega sniðuðara. Safna sér lúti hér og gera svo eitthvað seinna. Já, algjörlega. Var frekar ofalega hana og við sáum það líka í síðasta leik. Hann var frekar ofalega þegar hann var að lenda. En nýtur bara tækifærið og skiptir stað. Ekkert stress á honum þarna. Vissulega ekki besta lútið sem hann fær úr þessu, en það er nóg eftir. Önnur kista hér. Já, það eru svona tveir svona mismunandi karakterar sem maður tekur þegar ég var að spila. Þá er þetta annarkvæmt karakterin sem þú veist nákvæmlega hvað þú ætlar að lenda og þú ert með besta mögulega droppið þar og þú committar bara sama hvað. Eða þá eins og þú sáum Þorra verið að gera, var svona pínu að fljúga svona ská, horfa svona, hann var ekki alveg ákveðinn, hann var basically búinn að taka ákvörðun að hætta við eða væru margir sem hann gerði, sem er spurning hvort að, þú veist, hvað er betra skilurðu? Já, sko, þegar þú ert orðinn það góður á einhverjum ákveðnum stað og þú bara veist nákvæmlega, þetta er bara akkurat flyoverið, bara fullkomið fyrir því, þú veist nákvæmlega hvað þú ætlar að gera. Ég held að það sé í rauninni eiginlega alltaf best ef þú getur gert það og treystir þig í það. En síðan ef þú ert kannski aðeins óöruggari, ert ekki búinn að æfa lendinguna bara eitthvað 100-falt hérna, að þá er þetta bara mun betri leið. Það er rétt hjá þér. Ég er mitt, þú veist mögulega að lýsa bara fullkomlega hvað ég var að gera. Þegar ég var meiri í þessu fyrir svona 5 árum þegar heimsmeistaramótið var og eitthvað, maður var að keppa í því. Þá var maður bara með lendingarstað sem maður var búinn að mastera sko. En síðan þegar ég kom aftur núna, ég tók þátt í einni Elko-deild hérna, solo eða dúamóti bara upp á gamanni. Þá var ég með meiri svona möguleika á að switcha mögulega stað sko ef væri margir að lenda þar. Já, akkurat. Og þú veist, ég er nú bara algjör casual svona spilari, allan þegar kemur á Fortnite og
Ég ekki með nein flug eða lendingar á hreinu, þannig ég leiði mér alltaf bara svona, já, þessi gæði með þetta hús, ég fyrir bara þangað. Já. En, já, Stuffy og Bad Kitten, sama bæ. Já. Hvort þeir hittast hérna, Stuffy aðeins að leita sér leiða. Í latte lending. Og það einhver þriði aðalega svona gæjast hann aðeins rétt fyrir utan. Spottar hann. Ekki óþarf að skjóta núna. Hann græðir ekkert Gæti verið svona gaman að nefna með jetpack. Já, þá er hann búin að gefa stöðunum sinna strax, eins og við séum. Þannig að koma sér aðeins nær og ætlar bara mögulega keyra í hann. Eða hvað? Það er gaman. Já, hoppar á stað og Bad Kitten. Spotta hann strax, það er kannski verra en ja, það er smá healing hann bara. Ennþá fleiri. Nú er ekki tíminn samt að fara að snúa við. Eða hvað? Hann heldur Finnst áfram. hann ekkert vilja það? Hann nóg af... Herðu, hann er í vatninu í ruglinu. Það er einu en... Ég held að Stuffy sjá alveg að þetta er vitleysa að fara að elta hann inn í vatnið. Já, það er ekki skemmtilegt að vera að reyna að synda eitthvað hérna áfram og síðan kemur einhver og bara brýta þig niður. Ekki mikið sem þú getur gert. Herðu, spurning hvort hann heyri í hana End of Wish. Stuffy kom í mjög óþægilega stöðu þannig að End of Wish reynar að brýta bara á hann. Skemma fyrir honum. Spurning hvort að, já, hvort er að fara í háttinn bara, þetta er síðasti leikur. Já. Háttinn eða fara að æfa sig aðeins meira, hver veit. Eða bara beint inn á Twitch og horfa á Elko. Já, horfa á hina. Það eru fjalli, nú 9 feldur. Það er kappi sem að tekur hann. Ég er haldið bara áfram hérna. Hann hoppar burt, hún í vatni, sýndist mér. Stuffy fór bara frá lyklaborðinu sínum, sýndist mér. Já. Bara leiðin inn í eldhús og ná sér að drekka eða eitthvað. Herðan er hölkin. Bjæjund. Að elda en hún á frekar neðarlega stað. Ef hölkin hefði náðu að snúa sig við á réttum tíma þannig þá hefði þetta verið stór hættulegt en Gabbi að leita annari fellu eða hvað spottar skról sanna ákveður að taka ekki skoti no pláss kona bak við steinin og eins og við erum búin að vera að tala um það er oft betra að taka ekki skotið en hann vissulega fylgjur honum hratt á eftir og sér hann þarna inn í húsinu Er að læðast þarna að Skrolls. Stuffy er feldur. 49 gang. Já, af öðrum FH. Já, það verður ríkur æfingu næsta æfingu. Já. Já, hann er bara komin hérna lengst niður. Gabbi veit ekkert eða hvað. Allan heldur áfram bara að bíða í róleitum. Það veit hann er hann inn í húsinu. Spurning hvort hann viti. Ég allan vissi ekki að það var að fara svona... Það var bara 4 kjallarar þarna. Hann fór eitthvað lengst niður sko. Já. En hann hætti við. Halda bara áfram, nefndi ekki að bíða. Sem ég skil bara mjög vel af því að ef það kemur síðan einhver í bakkjæður eða eitthvað þá ertu bara í algjöru samlóku og... Já. Þú vilt ekki vera skinkan í samlókunni sko. Nei. Það eru vissi bara mættir í góða veiði hérna. Sem hefur verið svona... umtalað að svona prósenan er ofta veiðar rosa mikið því að þú getur náðið þessa öflugu fiska sem gefa þér bara instantly bæði líf og skjöld. Hann er að gera þetta svo langt úti finnst mér. Já, hann er náttúrulega bara að veiða meira líf, þetta á ekki að vera mikið vandamál en... Nei, líka stormurinn er bara að tikka 1 skaða á sekundu, þannig að hann getur verið þarna alveg í mínútu og hann er bara búinn að missa 60 líf, skilur við. Hann getur, og hann er heldur ekki minni líkur einhver sig að skjóta hann. Þannig er alveg stundum gott að vera svona aðeins inn í hringnum eins og hann er að bara veiða, skilur við. Það er Ingo hérna niður í... Þetta er ekki kannski besta staðan. Þetta er ekki staðurinn. Bíða þarna í storminum, það er aðeins öðruvísi, sko.
Já, er hann að veiða? Ég veit það ekki, eða þá bara hann hefði byggt kassa í kringu sig og bara stóð ekki á klósetti, sko. Já, Maron ákveður að skella sér bara af stað, nennir þess ekki. Það er bara að leyfa Ingo að reyna að komast inn og Ingo er ennþá í storminum. Já, nú er hann snöggur. Hún er með Playstation-festningu. Hölk. Bara 2 shield, viltu ekki fara að shielda þig? Það er ekki þægilegt. Nei, ég veit ekki alveg eftir hvernig hann er að bíða, sko. Ef að Bjæja sé síðan Hölki núna, þá er hann frekar lár. Hann er að ná í litla skjöldin, hann ætlar að spara stóru. Já, sniðið. Þeir hafa ekki tekið slaginn. End of Wish og svo sem var að berjast við hann á hann, mann ekki. Nei, þetta er mjög róleg byrjun allavega, bara 4 fallnir. Gunnabot meðal þeirra sem er komið með eina fellu. Eflust er búin að spotta einhvern veginn að læðast hún að honum. Já, það er að taka annað liðsfélag út. Þeir eru nú 2 þarna niðri. Bad Kitten og Veldrik, já. Spottaði hann að köttin síns mér, eða hvað? Nei. Það er kannski spottaði hann að báða á Muxys. Galopinn hann að... Kemur hann að svífandi. Núna er spurning hvort að Gunnabot sé búin að vera í aim-training. Það leit ekki út fyrir það. Mjög grimmur, vá. Hann er mjög lár líka. Já. Hann er eflust bara settur í lobbyið. Já. Mjög grimmur. Við elskum nafnið en hann er ekki að gera nógu vel. Muxy er að augra, er að skjóta sig svona upp í loftið. Lendi síðan frá honum. Muxys. Já, stórhættulegt. Gunnabot að reyna að ná einhverju skoti úr honum. Vist tekur hann að gumsa með hann. Allir bardaðinn er einhvern veginn á sama tíma núna. Já. Allt. Allir að lenda í hverjum öðrum og þetta er... Ég veit ekki hver er með stjórnina á þessu, en... Þeir eru alltaf að halda áfram hana, það er ekkert stopp á þetta. Muxys vill klára þetta. Þess að fellu Gunnabot. Já, meiri í vörn er ekki alveg að spila sóknarleikinn hér. Spurning hvort hann ætla að láta vaða núna. Já, hann tók sénsinn en fer aftur inn í hólfuna sína. Báðir að eyða rosalega mikið af byggingarefni. Já, 0 steinar eftir hjá Gunnabot, komin yfir í málminn og strax 150 farið. Þetta er tíminn. Hittir Muxy fyrir 50 en tekur meiri skaða. Þarf að vera núna mögulega fljótur að poppa einum skjöld, þarna gerir hann það. Það er nú ekki bara sniðið þetta, Já, það reynir að poppa slöpunum líka með 5 litlum en smá fljótur. Opnar hann á Muxy og Muxy heldur bara áfram. Þetta báðir hann niður. Muxy er ekki hættur. En þeir eru búin að fá athygli hann frá fleirum. Það er þriðji aðeins mættur hann inn. Þetta er líka bara, það er engin match eftir, það er 14 í viðbót. Viss og Gabbi taka hann 2 fellur. Hann sem veit ekki á honum, jú. Muxy tekur Gunnabot eftir 40 sekundar bardaðleiku eða mínútu eða meira. 2 búin að vera hann bara í allan dag. Muxys lendir síðan í EDP er tilbúin að taka þetta. Hann er ekki með neina litla shields eða slöpp eða neitt til að fá svona fljótt health. Það er ekki fínt bara að jump í burtu fyrir Muxy, hann er með 11 trampolín. Held að það sé máli ef hann getur það. EDP er klálega tilbúin að taka niður. Gott skot. 106 frá Muxy. Setur hann að... 4 health. Nei, þú veist ekki fara að hoppa núna, sko.
leifir honum að taka bæði síldin, síns mér. ETB er bara farinn. ETB nennir þessu ekki, hann getur verið skotinn bara með einni góði shotgun og þá var hann farinn. Flott hjá Mugsy bara að fara. Hann er að hoppa úr hringnum sem er að koma. Já, fer hérna í sjálfsafgreiðsluna og kaupir líf sniðið hjá honum. Fellur hérna og allt lúti droppar úr skíunum. Hringurinn að vera ansi smár og mér sýnist að vera á leiðin í eitthvað svona fjall aftur sem er geggjað. Það er snill, já, við erum í kringum Þetta er bara sama fyrsti. Við erum að fá annan svoleiðis. Það er eins gott að Kristó tæki það ekki bara aftur. Við langar að sjá einhvern nýjan sko, en Mugsy fer aftur bara að kaupa sér meira. Vá. Með þarna spraybrúsan sem gefur skjöld. Hann er ekki inn í hringnum. Nei, bara að fara á stað með nóg á trampolínum. Þetta er að leiða í fjallið líka. Twitcharinn var hann fyrir aftan í storminum. Spurning hvort Kemur inn núna. Sem að fá aftur hérna TikTok um þetta Twitch. Kastaði og hérna dótinu út fyrir hringi sinn. Gleymir að setja undir sig. Áttar að sé ekki á því að það er ennþá leikmaður undir og Twitchin er mættur inn í kassan hans. Tekur hann niður. Þetta er ekki annað skipti. Það er annað skipti sem að Twitchin tekur TikToki. Og já, það eru þrjár fellur hérna bara á sama tíma. Rúnar er hérna niður á bátanum sem var ekki besta staðan í fyrsta leik. Þetta er ekki staðan eins og þú vilt vera á. Þetta er svo sem að fara frá stóra fjallinu núna en ég held að þetta sé ennþá í ágætri brekku hérna. Hann hefur hins vegar jetpackið sem er kannski spurning hvort hann vilji vera að nota það núna svona seint. Kristón er hann að fellið 12 eftir. Marin og hann er búinn að vera bara frekar sterkur í þessu barndum. Kristó að taka hann snemma út hérna. Kristó búinn að byggja sér hérna. Jésús, hann er bara komin upp á topp. Spurning hvort hann vilji taka annan sigurinn í kvöld. Já, ETB ennþá mjög sterkur en ekki á góðum stað. Spurning hvort að IGLD geti gert eitthvað í þessu. Bad Kitten. Sjá hvort að geti komið einhverju skoti út. Opna glugga hérna. Ekki mikið í gangi eins og er allir að bíða eftir næsta hring. Hérna kemur hann. Þetta er yndislegt. Við erum að fara í brekkuna bara. Kitten fær mögulega besta hringin sem hann gat fengið. Hann er inn í honum núna, liggur við. Já. Hann gat ekki beðið betri hring. Já, þetta er eitt kassi viðbót út komin inn Ingo á skelfilegum stað. Rúnar heldur sér hérna alveg neðist. Ég er í sjónum. Já, það er áhugavert. En ef þetta gerist eins og í fyrsta leik og þetta fer ennþá lengra í austur, þá geta hann verið í vesinn að vera svona niðri, sko. Já, algjörlega þarf þá að koma sér aftur bara í bátana. En hérna byrjar þetta að hreyfast. Hölkin. Kristó, fáum að sjá hérna yfir sínuna. Twitch. Alex er að ná hölkinu með hvað. Næsti er búinn að ná að loka hann inni með keilinu sinni. Já, þrýðningum eða hvað sem fólk vil kalla þetta. Pyramítanum eða bara eitthvað. Kón, þetta er náttúrulega kón á ensku. Twitch Alex lendir í skotum líklegast frábær. Kristó finnst mér Einnan inn í storminum. Það er samt að koma sér hann inn. Sýnist að vera í jetpackinu. Þetta er Gabbi. Gabbi að koma sér inn. Þú sér líka Kristó, sko, hann er næstíð með eins mikið byggingarefni og hægt er. Með 138. Ég skil ekki hvernig hann getur verið þar ennþá en ótrúlega segur strákurinn. Þetta er að fara upp á fjallið. Þetta er að fara yfir tindinn. Þetta er frábært, við erum að fara ennþá hærra. Rúnar er í ruglinu þarna neðst, sko. Já, hann er samt komin allan aðeins hærra. Hann er alveg þarna niðri, sko. Rúnar, hann er með jetpack. Hann er með jetpack, já, hann er að nota það núna.
kemur sér að stað en spurning hvort að einhver spottar hann. Já, hann koma skotin. Samt mjög vel gert. Já, ekki mikil skaði sem hann tekur. Hann þarf örugglega að nota annað sko með hvað tindurinn hár. Þetta bara upp núna. Þetta vá. Hrafn að detta henni niður. Ekki á góðum stað. Bad Kittin reyndar að elda hann. Ég held að það sé ekki góð hugmynd. Nei. Farðu bara upp, leyfðu honum að detta niður. Það verður geðveikt að ná drónanum núna sko. Þú veist, Kristó bara búinn að taka yfir leikinn hérna detti Bad Kittin. Rúnar skýtur sér upp aftur. ITLD að finna skota Kristó en þetta ger ekki voða mikið. Hérna dettur hann hins vegar niður en nær að bjarga sér. Slörpið í gegn Veltrík að finna einhverja hliðarleið hérna framhjá öllum en komin ofan á það núna. Lendir í skoti og það eru Alex fallinn, Hrafn fallinn, Día fallinn. Kristó náði Díu sem var að skjóta á Kristó. Ekki þetta fara ennþá. Þetta er ennþá herra Kristó, komin á toppin Veltrík. Næra að komast hérna að honum. Geðveikt hjá Veltrík samt að komast. Þetta gæti ekki farið yfir hærri tind. Hölkinn hana neðst niður ekki góður í stöðu. Kristó finnur Veltrík hana í kassanum sínum. Fljótur að taka niður. Gabbi í góður stöðu með Kristó hérna uppi en ég veit ekki hvort þú viljir vera með Kristó hérna uppi. Hann ætlar að taka þið strax aftur. Og hérna byrja skotin að koma. Nei, það er eitthvað fyrir ofan hann. Hvar er hann? Þetta er Hölkinn. Hölkinn mætti fyrir ofan. Hann gerði þetta í fyrsta leiknum. Lendi í stæknum. Nei, hann hoppa niður. Fyrst var að skoti niður, nú hoppar hann bara niður sjálfur en Kristó að lendi í vandamálum. Það hefur verið að skjóta allt hans niður. Næri grípa sig þarna. Stormurinn að leiðinni ennþá neðar, sýnst mér. Þetta er bara upp og niður núna. Rúnar komið mjög neðarlega en Kristó bara tekinn út. Nati nær honum hann á leiðinni, ETP enn á lífi. Og já, 4 eftir. Nati mjög góður stöðu núna, fyrir ofan alla held ég. En þeir þurfa að passa sig ef stormurinn fyrir aftur upp. Reyna að leita Mats hann niður í storminu. Gabbi með tjökki byrjar að koma sér aðeins aftur að stað. ETP fyrir neðan. Nati enda fyrir ofan en Gabbi. Hann er búinn. Ekki rétt að leiðin. Hann sprengir sig upp. Spurning hvort hann var náð honum. Æ, hann þarf að vera inn í hring. Nei, þetta er búið. Eða hvað? Nei! Hann heldur áfram en hann er ekki með. Hann verður að fela sig. Rúnar var hann bara hliðin á honum það sem hann lendir. Og frýr eftir Nati. ETP aftur á staðnum. Hann hoppaði bara. Þeir eru bara að hoppa. Nati tekur þetta bara. Nei, Rúnar var bara neðstur. Rúnar var í bátnum. Við erum að tala það. Nei. Rúnar var í bátnum. Hann var neðstur. Kemur sér alla leiðina upp og aftur niður. Jesus. Og vinnur þetta með því að hinir detta niður fjallið. Þeir voru bara að fórna sér. Já, þú veit. Þetta var bara all or nothing. Við ætlum að hoppa niður. Þetta var svona gamli stíllinn þegar þú gerði skybase og síðan bara lætur þið detta niður. Shotgun skotið, ef þú hittir ekki þá varst þú farinn, ef þú hittir þá var þetta geggja vinn. Án jokes sko. En já, Rúnar, já bara ég ætla að gefa þér gott klapp fyrir þetta að koma þér hérna upp og aftur niður. Þetta var yndislegu leikur til að klára kvöldið og já, loksins Kristó og ETP ekki síðustu 2, ETP samt í top 3. Veit ekki hvort að hann fjall fyrst eða ekki hana af þessum 2 sem voru Nati eða ETP. En bara gríðarlegu leikur sem við fengum og þessi loka hringir bara sérstaklega fyrstu og þriðju segi. En gott kvöld. Geðveikt kvöld og ég talaði að fyrstileikurinn hefði örugglega verið top 2 bara ever sem ég séð hérna í Elko. Ég að segja að þessi fór örugglega fyrir ofan. Sami svona loka hringur nema þessi fyrir núna yfir stæðsta dindin og neðst aftur. Það var bara geðveikt. Bara rugglað, það er akkurat.
ekki endilega best að vera alltaf á toppnum þegar þetta að fara svona upp og aftur niður af því að, ef þú ætlar að halda þér á toppnum hann þegar þú á leiðin aftur niður þá eins gott að þú getur skotið þá sem eru fyrir neðan þig eða þú ert með nóg materiál til að bara geta byggt þig á leiðinni niður en þeir voru vissulega ekki þar og ákveðu báðir að hoppa bara til að reyna Já, það var geggja sko. Hölkin vissulega líka kannski að svo snemmi í því að hoppa hana en Hölkin samt að detta tvisa sem út af því að vera að taka skaða frá hátt uppi Já, of hátt uppi og bara fellu niður dettur og já, bara frábært kvöld. Þetta var geðveikt sko og já, ég held að við séum bara að fara að enda þetta á svona high notes, bara sjáumst aftur eftir viku, spurning, erst þú að fara að vera að ná fram? Ég veit það ekki, það var bara sent á mig hérna fyrir í dag til að spyrja mig að mæti kvöld en hvað, þú veist, ég veit það ekki ég nú allavega tvisvar í viku hvort þið í stúdíónu það alltaf hægt að sjá mig allavega hérna á svæðinu en já, bara gaman að fá að vera með og sérstaklega var svona góðu kvöldi. Já, þetta var bara mjög gaman og bara þakka kærlega fyrir áhorfið og þökkum Luka og Elko fyrir sponsið og við sjáumst bara aftur í næstu viku á sama tíma, 18:30.